Gunnar, þetta var óvenju auðvelt hérna í kvöld á móti Stjörnunni. Já, það verður bara játa sko. Þetta var þægilegu dagur á skrifstofunni og við mættum klárir og hérna, já, bara gerum þetta fullu í 60 mínútur og þetta bara, já, það er ekki oft sem að maður hefur þetta svona þægilegt en gott að geta dreift á áleginu vel og leyft öllum að fá að spila. Já, þú lést bara stráklingarna að spila hérna í síðustu 20 mínútur nánast. Já, og þeir bara héldu í við það og bættu við ef eitthvað var. Þannig að það er bara gott að geta auki breytina og fjárfest líka í framtíðinni og bara ánægði með svari frá strákunum. Við vorum auðvitað fúlir eftir síðustu viku og eina leiðin er að mæta á völlinn og svara fyrra. Og þið náttúrulega bara eruð áfram í þessari toppbaráttu, bara 2 stig á okkur og FH og svo býðum maður eftir hvað gerist hjá Valinn og fram en þannig að þetta er bara 3 umferðir eftir þannig að þetta er bara áfram sama kapphlaupið. Já, það er bara allt mikið eftir að gerast ennþá, 3 leik eftir og við bara fókusa á að vinna næsta leik og við fáum FH í kriganum og það er alltaf gaman að koma þangað og liðin sem mættist í úrslitunum í fyrra og þannig að það er bara næsti leikur og nóg eftir að sjá móti og við höldum áfram. Það er uppgjörsleikur svona hálfgerður á sunnudaginn. Já, við erum búin að mæta þeim áður hérna í deildinni en bara 2 topplið og 2 lið sem er búin að vera að berjast á toppnum síðustu ár, þannig að þetta verður alltaf hörkuleikir og þeir voru flottir í gær, þannig að það býður okkur æriverkefni á sunnudaginn.